Ágætu elskuðu vinir, við erum komin hérna saman á staðinn okkar af því að við ætlum að heyra hvað Drottinn hefur við okkur að segja í dag og vitum að það verður eitthvað gott fyrir okkur og eitthvað sem að dregur okkur nær hans hjarta og það er auðvitað vilji trúarinnar að svo sé gert. Vantrúin hugsar ekkert þessi mál og Kristur segir að nú sé ekki réttur tími, en vantrúin segir að tíminn er bara núna en það getur verið að Drottinn sé með aðra áætlun og þess vegna segir Drottinn það sjálfur að minn tími sé ekki núna. En niður hendi allur tími þegar hann var að fara hann upp á laufskálahátíðina og bræður hans svona trúðu nú ekki á hann og voru svona hálfgert að gera bara grín að honum og hvort hann ætlaði ekki að fara hann upp yfir og sína hvað hann væri. En þá segir hann þessi orða að þeim hendi sérst allur tími en sinn tími sé ekki enn komin og þeir skuli bara fara. Með öðrum orðum, hann var að gera það sem að faðirinn var að benda honum og vildi að hann segði og gerði. Þannig er trúin svona, hún er ekki eins og heimurinn. Þegar trúin lítur vilja Guðs og við erum bara verkfæri Guðs sem er með áætlun, hefur ásetningum eitt og annað og nota til þess mig og þig og við verðum því að gera það þegar hann segir nú er rétti tíminn. Og svo þetta skiljum við betur þegar við förum að svona kafa betur ofan í hvernig Drottinn vinnur og enn og aftur komum við að mikilvægi þess að stúdera trúna sína, orðið og þá sér maður betur hvernig þetta virkar allt saman sem Guð er að gera. Og að því að við erum að læra, að því að við erum að reyna að fylgjast með því sem Drottinn sér, að þá vitum við það að biðtíminn er engin þannig sé biðtími. Biðtíminn minn merkir það að Guð er að vinna einhverja vinnu sem ég veit ekkert og hann lætur mig ekkert vita allt. Þó hann segir mig margt að þá veit ég ekkert allt hvernig hann vinnur. Hann bara gerir það sem hann vil. En ég hef trú og ég þarf að bíða stundum, hvort sem mér líkar það vel eða illa. Og svo kemur kallið, þá gengi inn í tilbúið umhverfi. Og þetta er fræðslan í og með sem við þurfum að hafa að því við erum bara fólk. Við sjáum ekki nema bara það sem er í kringum okkur en tilheyrum honum sem horfir alltaf til framtíðar, jafnvel til endaloka því hann er búinn að stilla þessu öllu upp í andanum að þetta gerist og hitt gerist og þetta gerist og hitt gerist þangað til bara við erum hrifin upp til fundar við hann í loftinu. Við vitum ekki áætlun hans frá degi til dags og Drottinn segir við bræður sína að minn tími er ekki komin en niður hendar allur tími. Með öðrum orðum að vantrúin getur bara farið þegar hún vill, gert það sem hún vill þegar hún vill, en trúin getur ekki alltaf hegða sig með þeim hætti af því hún er bundin af Drottni og er róleg með sín bið, þar að segja þegar hún hefur lært hvernig Drottinn er að starfa. Höfum við eitthvað stúderað þetta? Eða fyllust við bara óþolinmæði og jafnvel reiði yfir því hvað hægt gangi? Þá skulum við vita það að skipulag Guðs er ekki skipulag manna. Þá skulum við líka minnast þess hvað Drottinn sagði við bræður sína sem segir í orðinu að hafi ekki trúað á hann frekar en margir aðri, að þeim hendi allur tími. Með öðrum orðum, vantrúni hendar allur tími. Hún þarf ekki að binda sig að neinu. En við sem trúum þurfum að binda okkur við hann sem við trúum á. Og hvað heitir hann? Heitir hann ekki Jesú? Og þess vegna erum við með eyrun opin og hjarta okkar opið og gaumgæfi fyrir því sem berst að ofan og vitum það að eftir því sem við skiljum betur fyrirkomulagið og skipulagið hjá lifandi Guði
þá líka sjáum við æ betur, föttum það ofta að við þurfum til þess að komast í gegnum þetta trú. Og það geti verið upp svo staða hjá þér í dag að Drottinn að segja við þig, bíddu. Með öðrum orðum, þá getur þú tekið undir orð Jesú sem sagði við bræður sína, minn tími er ekki kominn. Og þess vegna erum við stundum að bíða. Minn tími er ekki kominn. En minn tími er ekki kominn merkir auðvitað að hann muni koma. Og nú förum við aftur í gegnum þekkinguna á því sem að Drottins er. Og við vitum, trúum því, vegna þess að Drottinn talar það, að hann sé að undirbúa það sem hann ætlar að gera fyrir mínar hendur. Taktu bara undir þessi orð og segðu það við sjálfa þig. Mínar hendur. En minn tími er ekki kominn. Þetta er nokkuð sem vantrúin hugsar ekkert Ég tala vantrú, við erum að tala með bræður Drottins. Það segir sjálft að þeir hafi ekki trúað á hann sem það sem hann var. Og hvað er það annað vantrú? Það er vantrú að trú ekki á Jesú. Jafnvel þó með þessi bróðir viðkomandi. Þá er það samt vantrú og hann talar svona við þá. Yður hentar allur tími en minn tími er ekki kominn. Og svo kemur hann eins og vorum að tala á og við stígum út og förum. Og göngum þá inn í klárt umhverfi, allt tilbúið og verkin ganga snurðulaust fyrir sig eins og Drottinn ætlaði þeim. En ekki þar með sagt að allt sé logn og allt sé ykkur lognmolla í kringu þetta. Við vitum alveg að andstæðingarnir eru margir og það getur ýmislegt sagt og heyrst og svo framvegis og svo framvegis. En það er allt tilbúið af Drottins hendi og hann er þarna á staðnum með sitt fólk í gjörgæslu þannig séð varið og bak og brjóst og það vinnur sína vinnu og Drottinn hefur skilað þeim árangri að einhverjir taka trú og aðskilnaður jafnvel verður augljósari eftir en áður því andstæðingarnir hafa líka opinberað sig eins og kom átt fram það sem Kristur var að þeir sem að fylgdu honum opinberuðust og líka hinir sem voru andstæðingar hans urðu líka alveg augljósir. Þannig að það er tilgangur með þessu öllu. Hann er með línu og ég sem kristmaður er kristmegin við línuna, vantrúin er hinum megin og vantrúni hentar allur tími. En það getur svo verið í mínu fari að ég þurfi að hinkra við, staldra við, bíða. Veit ég eftir hver ég er að bíða, kannski og kannski ekki, en samt einhvað sem Drottinn segir við mig, yðar tími er ekki kominn. Þetta fekk Kristur aftur að vita aftur og aftur, minn tími er ekki kominn og hann bara undi því og gefur mér fyrirmynd að því sem hann gerði. Við erum alltaf að viljum læra af honum og hann segir við mig að sá dagur renni upp að sem sagt minn tími renni upp og þá geri ég vilja Guðs eins og hann er að undirbúa segjum í dag. En þetta er eitthvað sem að vantrúin þarf ekkert að pæla í. Hverjum lítur vantrúin? Ekki nokkurum sköpuðum hlut. Hún lítur bara eigin vilja og eigin vilji er svona og hinsegin, öðruvísi núna en það var í gær. En þetta getur trúin ekki leyft sér því hún þarf að vera í daglegum samskiptum við Herra sinn, Jesú, sem er að vinna góðverk alltaf og nota til þess menni svo mig og þig til að gera þetta. Þannig verða verkinar sýnileg í mannheimum í gegnum það fólk sem hann er að nota þá og þá og hann vil nota alla en notar þá sem hann hefur áður degið út úr heiminum yfir línuna og þeir eru orðnir hans menn og hans konur. En þeir frelsast ekki beint
fara svo að starfa, nei, þeir frelsast, fara í sínar þjálfurnarbúðir, læra Drottinn, einkum og sérilagi upp úr bókin hans, orði Guðs, og tengjast söfnuði, tengjast öðru trúuðu fólki og læra af reynslu þeirra sem eru konni lengra, og þannig byggjast þeir upp, og svo einn daginn þá koma þeir til starfa, ef allt eðlilegt. Svona þetta ef allt eðlilegt. Og þeir hafa lært ýmsan grunn, til að mynda það að stundum þurfa þeir að bíða. Og þá geta þeir sagt eins og Kristur sagði, minn tími ekki enn kominn. Og getur svo sagt líka við vantrúna, en yður hentar allur tími. Því að vantrúin, eins og vorum að tala líka, hún pælir ekkert í þessum hlutum. Því hún bara sinn eigin herra. Hún hefur raunverulegan herra nema sjálfið. Sinnar eigin hugdettur og sinn eigin vilja. Það vantrúin. Hún lítur ekki nokkrum sköpuðum hlut, og þess vegna líka eru svona margir kóngar og drottningar í einu samfélagi, hvort sem það lítið eða stórt. Og þess vegna verður allur þessi glunduröði að það ekki hægt að festa hend á neinu, að því við erum bara allir litlir kóngar og litlar drottningar. Og spyrjum ekki neitt, lútum ekki neinu, förum bara þegar við viljum, komum þegar við viljum og gerum þetta þegar við viljum og svo framvegis. En Kristur var á öðrum stað. Þessna sagðan, minn tími ekki kominn, og þessna fer ég ekki neitt. Hann var undir öðru kerfi, og það þetta kerfi sem við erum að reyna að tileinka okkur og gerum fyrst og fremst með því að vita meira það. Og þess erum við bara róleg, þó við þurfum að bíða, þá vitum við að Guð er að vinna. Við vitum líka að hringurum mun lokast á einhverjum stað og allt verður gott aftur. Akkur ætti ekki að gera það núna eins og í öll hinn skiptin þar sem við hefum verið í einhverjum ólgusjó og segjum það, en lífið hefur haldið áfram. Þú horfir tilbaka og þú veist að þú ert á þeim aldri sem þú ert á hvað aldri sem það er. Þú ert ennþá upp í standandi, þú ert ennþá þokkalegur og þokkaleg til heilsuna, þú býrðið ágætan kost enn þann dag í dag sem þú hefur alltaf gert. Flest af okkur, þó það sé þetta misjað. Vegna þess að þetta hringurinn lokaðist alltaf, þrátt fyrir að þetta var eins og það var tíma. Og þannig verður líka núna, ef einhver mótblástur þá mun þessi hringur lokast og við komast aftur á leiknan sjó, svo bara byrjar darradansin aftur. Af því við erum í dögunum eins og þeir eru, og dagarnir eru vondir. Svo tölum nú enn og aftur það út frá Biblíunni, þetta það sem Biblían segir. En minn tími ekki Guðstími. Vantrúin hefur ekkert svona, því hún bara sinn eigin herra. Og því bara án aga, hún agalaus og vilt þannig séð. Og eins og voru líka að tala á þann að samfélagið fullt af svona litlum kóngum sem að taka völdin í sínar hendur, og þetta nú bara alþekkt og hefur alltaf verið og meira núna heldur en oft áður, og sem auðvitað líka vegna samskiptamiðla, hvað þetta allt orðið auðvelt að koma skilaboðum til stóran hóp á fólki. Þú gerir það bara á innan við mínútu, þetta kannski búin að ná sambandi við þúsundir manna. Og þetta veldur því að vantrúin öskrandi og æpandi alla daga, að því hún lítur engum nema bara eigin hugdettu. Þess vegna segir Drottinn það, yður hentar allur tíminn. En ég verð að beygja mig fyrir vilja Guðs, með öðrum orðum, ég þarf að beygja mig undir aga Drottins. Og hver skildi betur skipulag Drottins, Guðs, en einmitt Jesú. Og þetta það sem maður vill, að ég viti skipulagið hans, þá get ég beðið stundinni lengur. Það ekki alltaf að rjúka til hand og fóta og gera hlutina sjálfur, vitandi sem eða ætti alltíðend að vita það, að framígrip mitt inn í verkið bara tefjað.
sem gerir að verkum að Drottinn getur ekki náði að vinna sitt verk til þess að ég komi að heilum hlut og fái mína blessun út úr því þegar að Drottinn segir nú er tíminn. En kannski er tíminn núna að minn tími er ekki kominn. Margir sjálfsagt er á þeim staði í dag að þeir geta sagt þess að minn tími er ekki kominn. Það er að segja ef þeir sjá þetta með augum trúarinn. Til þess að geta tala svona eins og Kristur gerir, þá þarf ég trú og talsmáta trúarinn. Og trúin vill tala svona við mig. Og bendi mér orð Guðs inn í kringumstæður sem uppi segjum það, og segir mér líka að vera ekkert að horfa á vantrúna, því vantrún er alls laus. Hún hefur bara sinn tíma hvenær sem hún kæri sig sjálf, af því hún lítur engu. Hún hefur ekkert vald yfir sér sem að reynir að kenninni, vísinni réttan veg. Hún hefur bara sitt eigi hjarta til þess að fara eftir, og við veitum að það er bara eins og það er. Vantrúin sér ekkert betur heldur en ég. Hún sér jafn illa og ég til framtíða litið, og veður því þannig sé mig bundi fyrir augu, en ég þarf ekki að fara þennan veg. Ég þarf ekki að hafa bundi fyrir augun mín, því ég get hort á Drottinn sem tala til mín og segi við mig orðin sem að sendi til Drottinn sagði sjálfur að minn tími er ekki komin. Þetta heitir með öðrum orðum að stundum þarf ég að bíða. Já, nota þetta ægilega orð, biðtími. Og biðtímin, hún er reynslustund, því að hún reynir á þolinmæðina meira en allt annað líklega í mínu lífi. Þegar ég er eins og þú, að ég get verið mertur óþolinmæðin og stundum finnst mér ekkert ganga í neinu og hvað oft hefur maður ekki vilja bara fara á stað og gera eitt og annað. En ég hef líka reynt að standa á fætur þegar Drottinn segir nú réttu tími, því að þú finnur það, rétt eins og ég, í hjartanu þínu að nú er réttur tími, það er allt bara brotið í kringu þig sem að kannski reynda að hindra því að gera þetta, en núna finnur þú ekki þessa veggi og þú finnur bara blíðan blæinn koma af þessu verki og þá veistu að það er allt saman bara eftir að búa að brjóta þetta allt og baka aftur og þú gengur beint inn í fullklára verk og sér dýr Drottins í því af því að þú hlýttir. Þú leyfðir trúnni að tala til þín, vera með þér og hjá þér, en vantrúin á ekki þetta. Sjáu ekki munin á trú og vantrú. Hún er alveg augljós. Og þetta er eitt af því sem Drottinn vill að ég viti stúderi og ígrundi og þá verð ég glaðari með mína trú en ella væri. Það er þetta sem að menntunni gerir í trúnni, þetta er ekkert annað en menntun, að hún setur mig á þann stað að ég skil þetta allt saman betur og þegar ég skil þetta betur og vel, þá líka er ég ofta rólegri með bara það sem að ég er að gera og mitt hlutskipti í dag, sem er bara svona og svona. Og ég lít þeim aga sem að Drottinn hefur í minni trú, vantrúin á ekkert neitt af þessu. Og þess vegna segir Drottinn við bræður sína, yður hentar allur tími. En segir líka, minn tími er ekki komin. Svona tala trúin. Vantrúin segir ekkert svona, því hún hefur ekkert til að segja. Og við erum hugsandi vitsmun og verur og ályktum og draugum upp alls konar myndir, hvort sem við erum trúið eða ekki. En trúin aftur á móti, hún setur á bremsu þar sem við á og kennslan og þekkingin og svo framins eigur okkur skilning á hvers vegna við gerum þetta svona ekki eitthvað neginn öðru sér og hvers vegna við þurfum að bíða stundum. Við vorum að tala hér aðeins að það er vegna þess að Drottinn ætlar að fara á undan mér, ryðja brautina fyrir mig.
og segir ekki á einu stað í Gamla testamentinu að Drottinn muni senda engil á undan mér til þess að greiða götu mína? Og hvar er ég á meðan finnst að engillin fyrir á undan mér? Ég er kannski á ferðinni, en hann er samt á undan mér að reyna, hann greiðir götuna mína. Þannig að ég steiti ekki fæti mínu við steini og hrufli mig og detti á leiðinni. Hefur vantrúin þetta? Nei, hún lítur ekki svona. En hún getur það, þar að segja, þegar Drottinn nær að grípa í öxlina og draga hann yfir línuna og setja hana í sitt lið, þá er hún ekki lengur vantrú, heldur gengur fram í trú. Og þá getur hún tekið undir þetta sem trúumanneskja, orð Drottins sem segir, minn tími er ekki núna, ef minn tími er ekki komin. Við höfum oft staðið í þessu að biðtíminn sem segir raunverulega við mig, minn tími er ekki komin, ég þarf að bíða. Þannig er trúin. Svona tala trúin. Og þetta er eitt af því sem að Drottinn vill kenna mér, með öðrum orðum, hann vill beygja að ég beygi undir sinn aga, að ég lúti hans stjórn, en sé ekki eins og vantrúin sem bara veður áfram og getur ekkert annað, því hún hefur ekkert alvöru afl yfir sér nema kannski sína eigin vitleysu. Það er svo sem afl, það er þetta að viðurkenna það, en er vitleysis afl oft á tíðum. Og þess vegna er allt þetta klúður í gangi og allir þessu glundróði í gangi, að því að vitleysar fær svo ofta að taka til sín það sem hún á ekki að taka til, en viskan bara kemst aldrei að. Er þetta ekki hluti af andanum sem við erum að eiga í þessum heimi, fallna heimi? Margir allavega að taka undir það. Og ég geri það sjálfur, því að ég hef séð það, hversu allan hennar glundróð og hef séð það bara allt og oft. Því miður. Við skulum lesa hérna aðeins núna. Við ætlum að lesa í Jóhannesar Guðspjalli. Byrjum í 3. versi. Þá sögðu bræður Jesú við hann, flyttu héðan og farðu til Júdeu til þess að lærisveinar þínir sjái líka þau verk sem þú gerir. Þetta eru bræður þeirra fara þarna á laufskólahátíðina, mikla hátíð, og þeir eru svona bara að gera hálfgert gys af honum. Sá sem vill verða alkunnur starfar ekki í leinum, fyrst þú vinnur slík verk þó opinbera sjálfan þig í heiminum. Svo segir hér, því jafnir bræður hans trúðu ekki á hann. Með öðrum orðum, þeir töluðu bara eins og vantrúin tala, jafnir þó þau veri bræður sjálfs Drottins, sammæðra, þeir áttu sömu móðir, en Kristur var engetinn, við vitum það, en Jósef var faðir þessar bræðra Krist, og Kristur, Jósef tók Kristaðist sem bad bara sem sitt eigið bad, en samt er hann engetinn, hann er í ávikið sama föður, þannig að þetta eru hálf bræður, þetta skiptir ekki máli, þeir tala svona bara beint út frá sinni vantrú, og þeir lúta í raun engu í sinni vantrú, en það getur ekki trúin gert, því hún lítur honum sem er upprisin og heitir Jesú, verður að beygja sig undir aga hans og reglur, og það geti verið svo staðu uppi hjá einhverjum á okkur að Drottinn segir við hann, þinn tími er ekki komin og ég verð bara að bíða og ég og þú verðum bara að bíða. Þar segja, ef við viljum gera það sem Drottinn er að bjóða okkur, og það er hluti af trúnni, trúargöngunni og aganum í trúnni, það er einmitt að vilja það sem að Drottinn vill, og vilja hann ég bíði, þá er það bara hlýðnisverkið mitt að bíða. En biðtími þarna er ekki bara að hanga og góna út í loftið. Drottinn setur eitthvað annað og upp í hendurnar á okkur, en þetta tiltekna verk sem hann er að undirbúa er ekki hafið. Hvenær hefst það? Ég hef ekki hugmynd um það. En Drottinn mun ýta mér á stað þegar allt er tilbúið. Eins og við vorum að tala um áðan, og þetta er sannleikur, að þá finn ég og þú að allir veggir sem hindruðu eru farnir, og það blæs á mig bara og þig líka einhver svona ferskur blíður blær, heit góla og góð sem okkur líður vel í þessu, og þá sjáum við að andrúmið er allt orðið öðruvísi en það var,
og þetta mun gera því að þetta fer alltaf í hringi og hringurinn alltaf lokast. Það mun líka lokast núna. Hvenær sem það verður, það veit ég ekkert og þú ekki heldur. En við tökum undir það sem Drottinn segir að minn tími ekki komin, sé upp svo staða. Og til þess að við skynjum þetta svona, þá sjáum við enn og aftur að við þurfum að sitja við fætur Drottins og leyfa honum að tala til okkar. Ég hef ekki aðra leið heldur en þessa. Og tel mig ekkert minni trúmann heldur en bara þig eða nokkurn annan mann, aðra manneskju. Bara kemur ekki til greina að ég líti eitthvað smá augum og það allt saman og tel mig alveg færan að tala með þessum hætti. Já, sá sem vill verða alkunnu starfar ekki í leinum, fyrst þú vinnur slík verk, þá opinbera sjálfan þig heiminum. Við sjáum að það er svona ákveðin háðstónn í þessu. Og hvað oft hefur við ekki talað háðslega trú manna og kvenna. Þannig við sjáum að það er ekkert nýtt undir sólinni, bara alls ekki. Þetta er allt í gangi, allt í kringum okkur. En að því við erum að fræða okkur veginn, þá vitum við eilítið meira heldur en hann og hún sem er ekkert að velta þessum hlutum fyrir sig. Þannig að við eigum það afl í okkur að vita. Það er ákveðið afl að vita. Vita þá með réttum hætti. Því jafnir bræður hans trúði ekki á hann. Og svo kemur í 7. versinu. Jesús sagði þá, minn tími ekki enn komin, en ykkur hentar allur tími. Hérna segir hann það sem við höfum verið að ganga svolítið út frá, að minn tími ekki enn komin, en ykkur hentar allur tími. Þið ekkert bundin af þessu, segir hann við þá. Ég bundin af honum sem ég þjóna. Þannig hann ekkert að leyfa þeim neitt að þeir náttúrulega máttu bara háskast með hann, en hann tekur það ekki neitt inn á sig og talar bara út sannleika og segir þeim að svona er þetta. Þetta er það sem ég geri og þess vegna fer ég ekki með okkur. Svo segir hann hér, heimurinn getur ekki hatað ykkur, mig hatar hann, að því ég vitna verk hans, ég vitna að verk hans séu vond. Drottinn kom inn með sannleikan og sýndi þeim alls konar þvælu og bull sem þeim voru að gera og setti allt upp í loftin á milli og við vitum þetta og þetta ennþá að gera. Að kirkjan að setja allt upp í loft að því að kirkjan og það hlutur kirkjunar að benda á vond verk heimsins. Þetta gegnum gangandi í allri sögu kirkjunar. En það segir Drottinn á einu stað, ég kom ekki til þess að færa frið, ég kom til þess að færa sverð. Með öðrum orðum, með orðum sínum, setur hann allt upp í loft, ekki til þess að valda glundróða, heldur til þess að menn stilli saman strengi sína og horfi rökrétt á þetta. Og svo fara menn að hlusta, þá heyraði viskuna flæða í gegnum það sem hann að segja. Og sumir við það taka trú og koma í lið með Drottinn og verða mennirnir sem taka undir þetta sem hann segir sjálfur að minn tími sé ekki komin. Taka undir það að svo staða geti verið í lífi mann og kvenna að þetta sé akkurat það sem vilji Guðs, þá og þá. Og það geti líka verið að einhverjir bræður okkur og systur eða fólk tengt okkur fara að háðskast með þetta. Það ekkert nýtt undir sólinni. En því miður látum við menn sem að tala svona háðslega til okkur hafa áhrif á okkur. Og sumir, ef það gengur á lengi þá segja að nú ég búin að fá nóg ég farin. Það eitt af því sem Drottinn að taka á í dag. Það þessa hugsun að fara bara. Hve mörg á okkur syngt og heilagt að glíma við þetta, bara fara og yfirgefa svæðið. Hve mörg á okkur erum að glíma við þetta? Ég held að sé allt og stór partur kirkjunar upptekin við þessa hugsun að bara fara. Að hér verði ég ekki lengur. Af hverju?
yður skortir trú. Myndi nú Drottinn bara segja beint við okkur ef hann stæði hérna fram yfir okkur og við værum að tala við hann, þá myndi hann bara segja þetta við okkur, yður skortir trú. Og kannski líka í og með erum við óupptekin við það að læra beint upp úr orði Guðs, sem tekur á öllum þáttum sem ég þarf að vita og skilja til þess að þetta eiga styrka trú. Og þá skil ég hvað Drottinn að segja þegar hann segir við bræður sína, minn tími ekki komin, en yður hentar allur tími. Þá veit ég það að hann að tala vantrúna, sem að bara gera það sem hún vill þegar hún vill, og þetta vitum við. Og að því að við erum að læra, þá sjáum við, og höfum svo sem bara fáum enn eina undirstrykun þess, að Biblían, orð Guðs, Nýja testamenti, að segja okkur sannleikann, segir okkur frá því sem að gerast eins og það og skefur ekkert utan að þinni. Og það styrkur kirkjunar og það líka styrkurins trúaða manns. Þannig að kennslan í alla staði þess verð að gefa sér tíma fyrir. En ég þarf þá að taka mig frá. Ég þarf að vilja taka mig frá, en ég vil það ekki og tek mig ekki frá ef ég sé ekki tilgangin með því að gera það. Og að því ég tek mig frá og að því að ég í vilja Guðs og seti fætur hann, þá kemur sjaldnar upp þessi hugsun að bara fara, yfirgefa þetta bara. Ég nenni þessu ekki lengur. En ég hygg að allt og stór partur kirkjuna sé haldin þessari hugsun. Nú ég ekki að tala bara eitt söfnu, ég bara að tala heilt yfir. Þetta eitthvað sem að þú veist því að þú veist þinn þanga, skoðaðu hjartaðið, hvað þetta varðar og hvort að þetta sé þarna. Og núna ertu búin að fá áréttingu það að þetta rangt. Og hvað næsta leiðin þegar þú sér það að þú vilt að gera rangt? Þú reynir að betrumbæta það og þá lætur af þessu. Og hvað kemur í staðinn? Þú ferð að vera oftar þakkláttur fyrir það að fá að tilheyra söfnuði Guðs. Með öllum þessum gallagripum í söfnuðinum sem að endalaust að fá þig til þess að grípa til þeirra hugsunar að nú nóg komið, nú ég farin. Hvað þá Kristur sem að dó á krossi og gaf mér eilíft líf? Ef að ég á einhverju stað alltaf að glíma við þetta, þetta ekki bara vanþakklæti? En Kristus segir, minn tími ekki komin. Ég má alveg segja þetta sjálfur. Eitthvað bíður mín í framtíðinni sem ég veit ekkert Kannski veit ég það og kannski veit ég ekkert það. En kannski ég á einhverjum biðstað sem að ég veit heldur ekkert af hverju En ég á til trú og ég tilheyri Drottni núna. Og ef biðtíminn þá hann vegna þess að Drottinn að vinna þau verk sem að ég gæti hvort þið ekki unnið, af því að hann með framtíðina til heilla. Þannig að ég bara býð. En býð þó ekki því ég alltaf starfandi sjálfur. Það ekki vandamálum hjá mér að aðgerðaleysi, það hefur aldrei fylgt mér. Ég hef alltaf, ef ég hef ekkert að gera þá bara finn ég mér eitthvað til að gera, þannig hefur þetta alltaf verið. Þannig það ákveðin blessun í því að eiga þetta til. Og Drottinn hefur gefið mér getu og hæfileika til að gera alls konar. Og ég hef gert alls konar í gegnum allt mitt líf. Þannig það hefur aldrei verið neitt vandamál. Kannski þetta vandamál fyrir einhvern og ég nokkuð viss það að það sé bara vegna driftarleysis viðkomandi einstaklings ef að þetta þannig stakkin búið. Að hann þurfi bara að gjöra svo vel að standa á fætur og taka þau verkværi fram sem hann allar að nota og byrja bara. Hversu lítið sem það bara að vinna eitthvað með höndunum sínum, það dreifir tímanum. Að vinna með höndum sínum. Og trúin líka að vinna með höndum sínum, margt. Bara sitja við fætur Drottinn að þú í raun að vinna með höndum þínum
bara með því að hlusta á þetta góða kennsluefni, eins og bara til dæmis það sem hér er flutt, og líka er flutt frábært kennsluefni á mörgum öðrum stöðum, og ég vil nú trúa því að sé nú bara yfir höfuð í kirkjunni. En það gagnast mér ekki ef ég vil ekki nota það er alveg ljóst. Já, svo segir hann hér: heimur getur ekki hatað ykkur, mig hatar hann af því að ég vitna að verk hans séu vond. Og þetta vitum við. Þessna fer allt upp í loft og milli. Og við segjum, hann er ekki komin til að boða frið, heldur sverð. Orðið er sverðið sem veldur glundróðanum. Og glundróðin kemur að sem vitleysan hefur fengið að grassera. Og vitleysan vill ekki láta leiðréttast, og þess vegna verður þessi glundróði. En vitleysan verður leiðrétt. En það kostar þetta, eða kostar þetta, allt fara upp í loft. En jafnvel sáringur lokast, og aftur kemst á stilla, og vitleysan er farin út, og það rétta sem á að vera komið inn, og menn segir þetta er miklu betra svona. Drottinn veit alveg hvað hann er að gera. En þegar hann kemur inn og það verður þessi glundróði, þá er það vegna þess að Drottinn var búin að afgreiða allt sitt. Hann kom því inn með það rétta sem olli sínum glundróða og ykkur hasar var, en svo lagðist það aftur og vitleysan var eftir, en það rétta komið inn og öllum líður betur. Þannig að þetta samverkar allt til góðs, að því að Drottinn er að gera það, og hann fékk að vinna sína vinnu í friði, og þess vegna sagði Kristur: minn tími er ekki enn komin. Hann er að segja þetta við mig og þig. Ef þú ert á einhvern stað þar sem að þú finnst lítið verið að gerast í kringu þig, þá skaltu skoða þennan lið málsinn. En vantrúin er ekkert að skoða þetta, því að vantrúin heyrir þetta ekki. Hún gerir bara gys, rétt eins og má segja að bræðurnars blessaðir hafi gert þegar þeir voru við sjáum að það er svona ákveðin háðstónn í þessu hjá þeim. Og stundum er háðstónn í því sem snýr á trúnni, hjá vantrúnni, af því að hún er vantrú og sér ekki sömu augum og trúin. En við dæmum ekki þetta fólk, við bara byggjum fyrir þessu fólki, því við vitum að vantrúin bara er svona. Ekki vera fólk heldur við eða neitt öðru heldur við. Eini munurinn okkur og vantrún er að við eigum trú. Og hún er gjöf frá Kristi sem á að auka okkur þakklæti og kannski minnka skiptin sem við hugsum að nú er þetta komið nóg, nú er ég farin, nú læti ég ekki bjóða mér þetta lengur. Og þetta víkur allt vegna þess að við sitjum við fætur Drottins og skiljum betur verkslagi hjá honum. Það er svo mikilvægt einmitt að við skiljum betur verkslagi hjá Drottni, einmitt til þess að við vitum af hverju þetta er svona og svona. Við getum alveg vita það, því að trúin segir okkur allt. Heilagur Andi upplýkur öllu sem hann vill uppljúka fyrir okkur, og hann vill uppljúka skilningnum á verkslagi Drottins, því hann veit að skilningunni þar eigur mér þolinmæði, sem er akkilesarhæll svo margra mann og kvenna, og þetta vitum við. Og við erum sjálfsagt öll undir þeim kvöðum einum öðrum hætti. En við getum lagað þetta, og það gerum við með því að taka okkur frá og leyfa Drottni anda Guðs að tala til okkar, eins og hann er að gera hér. Og þá segjum við, getum við sagt, ef við erum á þeim stað, að minn tími er ekki komin. Það er ekki hroki í þessu, þetta er bara það sem Drottinn er að tala niður til okkar, einmitt til þess að við skiljum betur og séum ofta rólegri. Þetta kemur allt. En við viljum að það komi til okkar sem blessun. Og til það svo verði, þá verð ég að gjöra svo vel að bíða. Og það þarf ég að gjöra svo vel að vinna mínu vinnu, að vera undir þessum aga Drottins. Heimurinn á ekki til aga, vantrúin er agalaus. Og þess vegna líka gerir hún bara nákvæmlega það sem hún vill, þegar hún vill, og allur þessi glundróði er sjáanlegur út allt í kringum okkur.
en það á ekki að tilheyra kristnum manni. Hann á að hafa burði og visku til þess að leyfa aganum að stýra sér og stjórna þessum guðlega yndislega aga sem er öðrum, eða er eini agin auðvitað sem virkar á mannin. Jesú nafni. En Konráð Rúnar Friðriksson segir þetta gott í dag og veit að þú fengið eitthvað til að hugsa og móða úr og vinna meira með og tilgangu í þá náð. Heldur þessu góða verki Drottins áfram að því þú ætlar að biðja með honum inn í verkefnið.